Þá ætlum við að fara yfir matslistan í fyrsta kaflanum úr Maður og náttúra. Þessi kafli fjallar ljóstillífun og bruna. Fyrst að þekkja öll efni sem plöntur þurfa til þess að geta stundað ljóstillífun. Þetta er koltvíoxíð og vatn. Þekkja öll efni sem verða til. Þetta er sykur og súrefni. Þegar að þetta ferli gengur í, og nú ætla ég að gera þetta svona, þegar þetta gengur í þessa átt, heitir þetta ljóstillífun. En þegar það gengur í þessa átt, það er að segja sykur og súrefni verða að koltvíoxíð og vatni, þá heitir þetta bruni eða frumuöndun. Þetta er sama ferlið nema bara í sykur áttunum með sömu efnunum. Þekki hvaða efni sér ljóstillífun, það heitir blaðgræna, er í laufblöðum og stönglum það sem gerir plöntur grænar. Geti útskýrt af hverju plöntur stunda ljóstillífun og skilji sæmilega mikilvægi þess fyrir lífríkið. Það er til sér myndband þetta sem er fyrsta myndbandið í af hverju spilunarlistanum mínum allavega akkurat núna. En þetta er að plöntur búa til fæðu með ljóstillífun. Þessi fæða er grunnurinn af öllum fæðukeðjum á jörðinni. Ef þessi ljóstillífun myndi hætta, þá verður ekki til neitt matur fyrir neinn. Það væri náttúrulega til sá matur sem væri til, en það myndi ekkert koma nýtt inn í kerfið. Síðan býr þetta kerfi til súrefni líka. Þekki hvaðan plöntur fá steinefni. Plöntur taka inn steinefni með vatninu sem þau taka inn með rótunum. Mikilvægið steinefnana er að þetta eru byggingarefni fyrir plönturnar. Þegar þeir eru að byggja upp stöngla eða laufblöð eitthvað, þá þarf alltaf smá steinefni með. Það er ekki tilgang bruna eða frumuöndunar í lífverum. Það er að fá orku. Lífverur þurfa orku og þær fá það með því að brenna sykri. Dýr þurfa borðinan sykur eða fæðuna. Plöntur búa hann til. En plöntur framkvæma líka bruna og brenna hluta af sykrinu sínum. Þeir gera bara miklu minna af því heldur en dýrin. Þekki hvað efni þurfa að vera til staðar. Hvað efni þurfa að vera til staðar til þess að brunin geti á sér stað, það er sykur og súrefni. Hvað efni verða til, það er koltvíoxíð og vatn. Þetta er öfugt við ljóstillífunina. Samspil ljóstillífunar og bruna, það er bara átt að sjá, þetta er sama ferlinu með sitt hvor áttina og þetta er háð hvort öðru. Plönturnar eru háðar okkur til þess að fá koltvíoxíð. Við erum háð plöntunum til þess að fá súrefni og náttúrulega orku úr sykrinu. Hlutverk frumframleiðenda í fæðukeðjum. Frumframleiðendur, þeir búa til fæðu fyrir alla hina. Frumframleiðandi er dýr sem getur búið til fæðuna sjálf, sem eru plöntur og þörungar sem gera það með ljóstillífun. Neytandi er síðan einhver sem borðar frumframleiðandan, það er fyrsta stigs neytandi, annars stigs neytandi borðar fyrsta stigs neytandan, þriðja stigs neytandi borðar annars stigs neytandan og svo getum við haldið áfram svona lengi. En efst eru svo alltaf topprándýr. Þekki hvað rotverur eða sundrendur eru. Rotverur og sundrendur eru, það er sami hluturinn. Þetta er bara sitt hvort orðið við sama hlutin. Hlutverk þeirra er að brjóta niður líkama dauðra lífvera þannig að lífrænu efnin komist í notkun aftur. Það verður að mold og þá geta plönturnar nýtt steinefnin og lífrænu efnin aftur, þannig nýtist þetta aftur og aftur. Ef það var engir sundrendur, engir rotverur, þá myndi ekkert rotna og þá myndi þessi lífrænu efni bara klárast. Þekki hvernig fæðupíramíd er byggður upp.
Ég ætla að færa þetta hérna aðeins til hliðar. Fæðupíramídi virkar þannig að neðst eru frumframleiðendur, svo koma fyrsta stigs neytendur, svo annars stigs og þriðja stigs og svo eru topprándýrin efst. Það alltaf mest af því sem neðst, alltaf meira frumframleiðendunum því að fyrsta stigs neytendurnir, þeir borða ákveð mikið af frumframleiðendum en orkan sem þeir innbyrða, það fer ekki nema cirka 15% af henni að búa til næstu kynslóð og ég stækka. 85% fer bara í að hreyfa sig og vera til, halda líka starfseminni gangandi, halda á sér hita og hvað svo sem dýrin gera. Á hverju þrepi tapast alltaf út 85%. Þess vegna alltaf minna af næsta þrepi fyrir ofan og það alltaf minnst á topprándýrun. Þetta sjáu þið bara horfið á dýralífsmyndir frá Afríku. Það alltaf mest af grasi, næstmest af grasbítum og minnst af rándýrum. Það af því að það tapast í raun orka í hverju þrepi sem fer í hreyfingu og bara líkamsstarfsemi og allt mögulegt þess áttar. Og þannig ég búin að útskýra í raun síðasta partin líka af hverju það tapast út 85% í hverju þrepi.